Ég ætla bara að segja velkomin. Takk Vil ég fyrir. segja nafn þitt og hvað flokk þú ert? Ég heiti Ásmundur Einar Daðason og í framboði fyrir Framsókn í Reykjavík Norður og leiði þar listan. Já. Við okkur langar forðurnar hvað ykkar flokk vilja gera fyrir okkur og þetta eru 5 spurningar. Það búin að lofa okkur því að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Það átti að lögfesta samninginn á 2019. Hvert lengi þurfum við að bíða í viðbót? Af hverju málefni fatlaðra alltaf sett á bið? Það var samþykkt að það ætti að lögfesta 2019 og það voru 2 ráðuneyti sem þurfti að gera ansi miklar breytingar til þess að vera þetta lögfestan. Annars vegar félagsmálaráðuneytið, þar sem ég er ráðherra, og svo dómsmálaráðuneytið. Og það vantar ennþá að dómsmálaráðuneytið ná að klára að búa til mannréttindastofnun sem að þeir þurfa að klára. Þannig að það hefur dregist, en við erum búið með allt okkar megin og við höfum bara verið að ýta á og klára að búa til þessa mannréttindastofnun þannig að það sé hægt að lögfesta samninginn. Þannig ég held að það eigi bara að vera hægt að gera það á næsta ári að lögfesta, eða í lok þessa árs eða byrjun næsta, lögfesta samninginn vegna þess að hann er mikilvægur, en til þess þarf að ná að setja þessa mannréttindastofnun og það hefur dregist hjá dómsmálaráðuneytinu. Og þetta er bara alls ekki gott og þetta verður að klára þetta. Mun þinn flokkur beita sér fyrir því að stofna mannréttindastofnun því okkur hefur verið sagt að ekki sé hægt að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna fyrr en það er búið að stofna mannréttindastofnun. Já, við munum beita okkur fyrir því að stofna mannréttindastofnun og raunar verið að ýta á að það sé gert og við munum ekki fara inn í nýtt kjörtímabil nema það sé algjörlega skýrt að þessi stofnun verði stofnuð. Það bara verður að vera í stjórnarsáttmála næstu ríkisstjórnar að það sé gert, þannig að það sé ekki hægt að draga það. Já. Hvernig ætlar flokkurinn þinn að reyna að auka möguleika og búa til tækifæri fyrir fatlaða til að vinna almenn vinnumarkaði? Ég held að það sem mér finnst mest spennandi að gera þar er að búa til eitthvað sérstakt átaksverkefni og við vorum aðeins byrjuð að ræða það við innan ráðuneytisins, átaksverkefni þar sem við verðum að skapa störf eins og við gerum eins og átaki núna sem var Hefjum störf. Þar sem við færum bara og reyndum að skapa kannski 1000 störf eða eitthvað slíkt og gerðum það bara í samvinnu við atvinnulífið og við ráðuneyti og stofnanir, heilbrigðisstofnanir og bara alla aðila. Þannig að það það held ég ætti að vera verkefnið í atvinnumálum að búa til slíkt átak. Já. Hvernig mynduð þið vilja bæta aðgengimál í samfélaginu? Ertu að meina aðgengi að húsnæði og svoleiðis? Já. Ég held að það sem að mér finnst þurfa að gera þar og er núna, það er verið að breyta núna reglum, mannvirkjareglum sem á að geta klárast núna fyrir lok þessa árs. Þannig að það megi ekki taka í notkun nýtt húsnæði nema aðgengismál séu í lagi. Og það er allt of mikið það í dag að það sé hægt að taka í notkun húsnæði án þess aðgengismál séu í lagi. Og svo gagnvart eldra húsnæði að þá erum við nýbúin að setja upp svona sérstakann sjóð sem að hægt er að sækja í til þess að laga aðgengismál að opinberum byggingum, til dæmis skólum, sjúkrahúsum, lögreglustöðum, sveitarfélögum, hinn og þessu og við þurfum bara að ganga lengra í þessu, bara meiri stuðning til aðgengismála. Já. Hvernig ætlar flokkurinn þinn að auka í fjölbreytni í nám fyrir fatlaða? Þar viljum við sjá bara að við komum sterkar inn. Við höfum verið að vinna ákveðna grunnvinnu í því að við komum sterkar inn bara með fjölbreyttari námsúrræði og ég veit að menntamálaráðherinn okkar Lilja Alfreðsdóttir hefur verið að draga þann vagn og ég held að þegar þær aðgerðir fara að svona raungerast
að þá munum við sjá aukið framboð þar. Já. Þannig að við viljum sjá, og hún hefur dregið þann vagn og við viljum sjá það halda áfram að aukast. Og það hefur auðvitað aukist eitthvað sko. Þannig að það þarf bara að halda áfram þar. Já. Ég ætla bara að segja takk fyrir komuna og verða eitthvað gott fyrir ykkar flokk.